Velkomin á hjálpræðistöðina þína. Þú ert hér með guðdómlegu samkomulagi. Ekki fyrir tilviljun. Andleg skýrleiki er bæn okkar og von fyrir því í dag. Kæri, þetta er skipun þín til að velja lífið eða velja dauðan. Byrjum heyrum rödd Guðs vona saman. Heila Biblía er rödd Guðs til þín. Lestu aftur það í Sálmi 192. Tímóteusarbréfið 3. Guðspjall Jóhannesar er skipt Jesú. Hann er skapari, mjög Guð, Kristur eða Messias, frelsari heimins, Jóhannes 1, Rómverjabréfið 8, 15, 28. Það eru mjög góðar fréttir að finna í Matthesar Guðspjalli, fólk sem sat í myrkri svo mikið ljós. Jesús tók að prédika og segja, iðrast því að himnaríki er í nánd Matthes 4, 16, 17. Já, Guðs ríki er í höndunum. Jesús er að knýja alla til að koma fyrir náð og miskunn. Fyrsti kafli Rómverjabréfsins lýsir því yfir. Ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindið Krist því að það er kraftur Guðs til hjálpræðis öllum sem trúa. Gyðingum fyrst og einnig Grikkjum. Kæri minn reiði Guðs er opinberuð af himni gegn alla synd og guðleysi vegna þess að við bælum niður samleikin í ranglæti vegna þess að það sem kann að vera þekkt af Guð er augljóst. Hann hefur sýnt okkur það. Hinir ósýnilegu fötur Guðs frá sköpun heimsins sjást greinilega og skiljast af þeim fötum sem til eru, jafnvel eilífur kraftur hans og Guðhúð. Þannig að við erum án afsakað því þegar við þekktum Guð, vegsumum við hann ekki sem Guð eða vorum þakklátt. Við sögðumst vera vitur og urðum fíbar. Við erum í örvæntingu glatað í synd okkar nútíð. Núna. En hvað er synd? Hér er rödd Guðs til að svara, synd er lögmálsbrot. Og þú veist að hann, Jesús, birtist til að taka burt synd okkar og í honum er engin synd til. 1. Jó. 3, 4, 5 ef við segjum að við höfum engin synd, tælum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur 1. Jóhannesarbréf 1, 8. Kæri maður, við höfum öll brotið gegn og óþýðnast boðorðum Guðs á meðan við þjónum falskuðum. Við leitum ytra langana í skurðgoðadýrkun okkar, sem er aft sem gagnast ekki sambandi okkar við Guð. Við gindumst í hvers kyns siðlausri rangfærslu, í klámi, í sörlefnaði og hórdómi, Matthes 5, 27, 28. Við leitum Guðs peninga í brennandi grærgi. Við hlaupum til og famum spennu í þess. Við fyrirlítum hinn heila. Við hatum og dreppum hvert annað. Við erum svo annars hugar af synd okkar að við vanrækjum lifanda Guð. Samt, ef við játum auðmjúklega syndir okkar, þá er Guð trúr og réttlátur til að fyrirgefa syndir okkar. Hann mun finns okkur af öllu ranglæti. En ef við segjum að við höfum ekki syndgað, þá gerum við hana legara og orð hans er ekki í oss 1. Jóhannesarbréf 1, 9, 10. Við þurfum sárleira á miklu hjálpræði Guðs að halda í gegnum Krist krossfestan. Hann er Guðs lamb, sem tók burt synd heimins. Þessi lifandi veruleiki verður að verða persónulegur fyrir þig eða þú eyðir náð Guðs í lífi þínu. Þú munt farast ein með syndum þínum. Jóhannes 1, 29. Eins og Adam og Evi aðskilu valið þín frá nærveru Guðs í dag. Ekki verða annað mannfall á þessu Titanic World System án þess að Kristus sé björgunarbátur þinn. Markus 4, 37, 41. Án undantaka munu allir standa frammi fyrir Guði í dómum, hvort sem við erum sammála eða ósammála, heyra rödd Guðs í Hebreabréfinu 9. Ekki láta blekkast það er dómstæður fyrir þig. Það er eilífur himnaríki eða hið eilífa eldsjón sjá opinberunarbókin 20. Það er þitt kall. Þú velur. Margir eru nú í eilífri kvöl vegna þess að þeir neituðu miskunn Guðs sem fannst í Kristum einum. Margir hafa hafnað kærleika Guðs og eilífri borg, opinberunarbókin 22. Orð hans til þín er mjög skipt þetta eilífa mál. Hann er engin legari. Hann var og er Emmanuel. Guð með okkur. Hafðu samband við hann núna. Í dag er hjálpræðisdagur þinn 2. Korintubréf 6, 2. Þú getur frelsast með því að treysta á Krist einn. Breyttu hugsun þinni og snúðu þér frá synd þínum. Yfirgefa allt annað fyrir hann. Aðeins Kristur krossfestur fyrir synd þína getur fyrirgefið og finsa þig af synd því hann er Guðs lamb. Hann tók burt synd heimins.
Okkar himneski farið þráir núna að fyrirgefa alla syndi þínar í gegnum Krist. Þetta er stærsta gjöf Guðs og eina lögleg og staðgengið fórn fyrir synd þína. Jesús er eina Guðs lambið sem tekur burt synd heimsins. Við erum andlegir glæpamenn. Við höfum syndgað gegn heilaga lögum Guðs. Þess vegna verðum við að vera fús til að viðurkenna, játa og snúa frá synd okkar, Rómverjabréfið 1:3. Annars er bara viðurinn og eilífur dómur yfir okkur vegna syndar okkar, það er engin fljóðið sér eigin. Jóhannes skýrari varaði þá sem iðrast við að bera ávöxt sem verður iðrunaverður. Guð þolir ekki þrjóska uppreisn eða vísvitandi óþýðni. Jesús stóð fyrir að sakamál okkar yrði felld niður í dómstóli himinsins engu að síður, hann er áfram heilur og réttlega Guð. Sjónhjálpræði felur í sér meira en einfaldlega játa, fyrirgefðu mér Drottinn. Hebreabréfið lýsir því yfir að eilíft hjálpræði sé gefið þeim sem iðrast og iðka trú á Krist einn. Við erum kölluð til að elska og fylgja Jesú núna, Mark 12, 29, 31, Matt 16, 24, 26. Við gerum þetta með einfaldri hlýðni sem tekur þátt í dýrmætum fyrirheitum og sannleika Guðs sem er að finna í Biblíunni. Rödd hans til okkar, 2. Pétursbréf 1, Jóhannes 15, 2. Tímóteusarbréf 3. Jesús varð höfundur eilífs hjálpræðis fyrir alla sem treysta honum og hlýða honum. Hebreabréfið 5. kafli hljóðar. Þótt hann væri sonur, lærði hann samt hlýðni af því sem hann leið. Og fullkominn varð hann auðlifur eilífs hjálpræðis öllum þeim sem hlifja honum. Ekki miskilja. Orð Guðs kennir greinilega að við erum hólpin með trausti á Kristum einum. Já, trú á Jesús er staðreynd. Samt verður að sýna raunverulega trú með því að anda hans er leiðandi í guðrækni og kærleiksríku viðhorfi. Með heilugum anda náðar hans innra með okkur getum við nú fylgt Kristi daglega. Trú sem leiðir ekki til hlýðni við Drottinn er ekki raunveruleg trú, Rómverjabréfið 8, 14, Rómverjabréfið 12, 1, 2. Þó að við getum ekki með neinum hætti eða eigin viðleitni finsa okkur af synd, vegna þess að útheft blóð Jesús gerði það fyrir okkur. Samt er það með áframhaldandi hlýðni okkar við hann sem við leitum og þekkjum föður okkar sem sanna tilbiðjendur í anda og sannleika, Jóhannes 4. Jesús sagði, ef við elskum hann sannarlega, myndum við halda orð hans og hlýða kenningum hans. Þegar við veljum að fylgja Drottni, fáum við styrk hans fyrir ferð okkar í gegnum stóru og dýrmætu fyrirheitin hans. Þar með munum við fá guðlega aðstöðu til að sigra daglega. Ef þú viðurkennir auðmjúklega þörf þína fyrir Jesús til að bjarga þig núna. Eða þú hefur gengið í burtu frá hann í fortíðinni en í dag velur þú að fylgja honum á hans skilmálum ef þú getur, krjúpið auðmjúklega niður frammi fyrir Guði. Játaðu syndi þína sérstaklega byttu hann að fyrirgefa þér, Sálmur 50:1. Það er skrifað. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur til að fyrirgefa syndir okkar og finns okkur af öllu ranglæti. Hér er fyrsta skref þitt til hlýðni deildu með öðrum Kristur krossfestan fyrir þá. Jesús sagði, ef þú vilt ekki játa hann fyrir öðrum, myndi hann ekki játa þig fyrir föður sínum sem er á himnum. Við eigum aldrei að skammast okkar fyrir sem hefur bjargað okkur. Ennfremur þróaðu nánd við föður þinn með því að nærast daglega á lífsbræði. Heila Biblía. Byttu heilagan anda að veita skilning og beitingu orðs hans þegar þú lest, lærir og hugleiðir. Tengstu líka við okkur eða annan ófullkominn hóp trúara eins og okkur sem er verið að fullkomna í Kristum, þú verður. Staðbundin kirkja sem þú tengist í bæn og bæn verður að treysta innlæglega á orð Guðs í dag. Í 10. kafla Hebreabréfsins segir, við skulum halda fast við játningu trúar okkar án þess að kvika því að hann er trúr sem fyrirheitið hefur og hugsa hver annan til að ögra til kærleika og góðra verka, ekki yfirgefa söfnun okkar. Eins og sumra er háttur, heldur áminna hver annan og því meira sem daginn nálgast. 10, 23, 27. Staðbundin kirkja þín verður að trúa samkvæmt Jóhannes kafla 3 að þú verður að endurfæðast með anda Guðs til að komast inn í ríki Guðs í Jóhannes 3, 7. Þeir verða að trúa því að sanna hjálpræði sé að finna í guðlegri sorg sem vinnur sanna iðrun til hjálpræðis, ekki sorg þessa heims sem vinnur dauða, 2. Korinthubréf 7, 10 þetta er í engri guðvit í einn trú. Ef að leið til að nálgast föður okkar með eigin getu eða persónlegri viðleitni, Jóhannes 14, 6, Efesusbréfið 2, 8, 9.
Ertu tilbúin til að uppgötva næstu skref úr orði Guðs fyrir vilja Guðs og leifi lífið þínu? Ef þú svaraðir já, farðu á vefsíðuna okkar til að fá nauðsynlegar upplýsingar að vaksa í Kristi. Vefsíðan okkar er hosannatif.org. Þú getur tengst okkur í gegnum vefsíðu okkar eða með tölvupósti info@hosannatif.org. Farðu á vefsíðu okkar til að hlaða niður ókeypis vitnisburði í lagi sem heitir Covenant Love. Farðu einfaldlega í valmyndina efst á vefsíðunni og smelltu á ókeypis lög til að fá það lag og fleira. Þangað til við hittumst aftur, megi ótrúlega náð og friður konungs okkar verða gefin þér í gegnum blessaðan drottin okkar og frelsara Jesús, Kristinn.